Hæ, Guðrún Bergmann hér, velkomin í þáttinn til mín. Eins og alltaf byrjaðum að smella like ef þú ert glöð eða glaður yfir því sem þú ert að hlusta á hérna. Gjarna deila því áfram til annara og svo að sjálfsögðu smella subscribe líka. En ég er með yndislegan gest í dag, vinkonu mína Hanna Birgitta Hrönn Halldórsdóttir rithöfund. Velkomin Birgitta, gaman að hafa þig hérna með mér. Takk fyrir. Þú ert að koma út með nýja bók, enn eina hérna á Storytel. Ætlar að segja mig kannski aðeins frá henni. Já, ég er alveg hoppandi glöð þessa dagana af því að bókin mín er komin út. Til Hún það. heitir Hortistjarnanna og er þriðja bók í seríu. Þetta er bók sem er framhald af bókum sem hafa komið áður út, Dætur Regnbogans og Undir Óskarsólu. Undir Óskarsólu kom einmitt út hjá Storytel í janúar í fyrra og nú er þriðja bókin. Þetta er svona, já, þetta er svona lokin, skulum við segja. Já, í þessu ferli, já. Í þessu ferli, já, en alls ekki í mínu ferli af því að það er bara skemmtilega hluti framöndan í þessu. Já, ég hérna sko, fyrst þess til að kíkja á stjörnukvartið þitt áður en að ég að ég átti það til í hérna kortagrunni hjá mér og prentaði út og ég alveg bara, vá! Því Það að, er gaman. já, að því að það er sko, það eru mjög mikla breytingar að gerast hjá þér varðandi orðspor þitt út á við. Að því að miðhiminin er orðspor okkar og að það sem er að gerast núna á næstunni er að sko Neptúnus og Satúrnus eru að fara inn á hérna 0 gráðuna í hrútnum og hrúturinn er fyrsta merkið í stjörnumerkjahringnum og 0 gráðan er svokölluð skapandi gráða eða sköpunargráða og Neptúnus er draumurinn og Satúrnus hjálpar okkur að byggja hann eða láta hann verða að veruleika og þetta er að fara yfir miðhiminin og ég sé bara þú ert eftir að verða fræg í útlöndum. Það er sem já, og það eftir að verða, þú ert eftir að fá meira umtalin að þessar bækur þínar hafa verið mjög vinsælar og þú skapar þarna heim sem er svona dálítið öðruvísi heldur en við svona þekkjum dagstælega. Svo ég er alveg með það að þú ert eftir að stekka í útlöndi. Takk fyrir að segja það. Það er náttúrulega draumurinn. Er það ekki? Það er alltaf dásanlegt þegar draumurinn rættast. Já, ég man eftir einhver tíma að þú varst með í einhverjum hóp sem ég var með einhverjum námskeiðshóp og þá sagðir það er stóri draumurinn að fá viðurkenningu í öðrum löndum. Þannig að er eitthvað planum að þýða bækurnar þínar? Nei, ég vona að það gerist einhvern tímann og verði einhvern tímann plan um það en ekki í augnablikinu. Ég læt mig bara dreyma áfram og trúi því að draumarnir rætist fyrir rest. Já. Það sem er búið að gerast með þessar bækur mínar hjá Storytel er bara stórkostlegt og ég er óbúslega þakklát fyrir það og ég átti ekki von á svona góðum viðtökum í upphafi en fyrst að sá draumur rættist þá trúi ég að fleiri geti ræst. Ég held það, ég sé líka í kortinu að Plútó er komin inn í vatnsberann, þannig þú ert að ná til stærri, þú veist, hann er líka að brjóta niður þetta gamla og þú er náttúrulega búin að vera að skrifa bækur í mörg ár. Svo bara hlé og svo tekur upp við getum sagt pennan sem er auðvitað ritvélin eða tölvan í dag, ekki ritvélin. Og það hefur verið mikill stígandi í rauninni lestrinum á bókunum upp á síðkastið. Er það ekki? Jú. Þannig Þessar gömlu eru að fá svona endurnýju lífdaga og auðvitað líka allt annar hópur sem getur núna nýtt sér þeirra því að það er margt fólk sem að lesa ekki mikið af bókum og erfitt með það og getur þá hlusta. Og ég er líka bara mjög glöð yfir því að sá hópur skuli hafa þá aðgengi að bókunum. Það er bara stórkostlegt. Ég elska orðið að hlusta á bækur. Af því að þegar komið er að lokum dags og ég er búin að sitja við tölvuna minni allan daginn, þá er ég búin með lestrarkvótann, skilur. Akkurat, ég er alveg þarna líka, sko. Já, þá þarf ég bara að fá að leggjast út af og hlusta. Þannig að mér finnst þetta dásamlegt og mér finnst þetta bara svo magnað skref og þetta er bara ný tækni, þannig við þurfum að aðlaga okkur að henni en ekki vera í mótþróa við henni eins og sumir hafa viljað vera, sko. Já, ég er alveg sammála því. Því að og svo förum við bara að skynja í framhaldinu. Já. Svo er ég, já.
Svo skoði ég aðeins meira sko og þá sé ég að þú í samstarfi við aðra, það er sko hann að þú ert náttúrulega með sólina þinn í tvíbura en, Já, en Úranus og Setna er að fara inn í tvíburan og það eftir að breyta svo miklu bæði með deilingu á þekkingu og upplýsingum og, já. og ritstörfunum þínu þannig að kannski þarftu bara bráðum að hætta að vera bóndi og fara bara að skrifa. Já, það er líka draumurinn. Það er nú bara einhvern veginn þannig að allt ykkur enda og ég eldist líka og það væri bara dásamlegt að einhver annar tæki við þessum búskap sem að myndi gera það vel og ég geti bara verið, já, í því að skrifa og svona sinna því sem ég finnst skemmtilegast. En auðvitað veit ég að það verður alltaf hluti af mér, þú veist, náttúran og dýrin og það allt saman, en það væri, já. Það er alveg komið svona inn í orkuna að hætta að vera sjálf bóndi. Mér finnst það frábært að heyra það því að sko það er þú finnur alltaf á þér hluti er það ekki? Jú, ég ger það. Já, og þú finnur að þetta er að breytast. Já. Já, og ég er í svona stöðu líka. Ég finn að hlutinir eru að breytast og skynja og seinni hlutan á síðast ári þá er ég búin að vera að hugsa, já, ég er að flytja hérna. Og ég er bara mjög ánægð þar sem ég er, þannig að já, ég er að flytja, ég flytja næsta ári og svo hefur þetta haldið svona áfram og ég er að leigja, þannig að ég fékk frá leigufélaginu sem er senda út automatist, leigusamning fyrir nokkrum dögum og ég hugsi mér, já, ég beið aðeins svona og svo sem mér, já, ég skrifa bara undir því að ég segi bara upp leigun ef ég flytt, eða þegar ég flytt. Já. Og svo ég skrifa undir, svo er ég ekki búin að fá neitt sko svar frá leigusalanum, þannig að hann var greinilega ekki búin að skrifa undir. Svo í gær að þá síðdegis í gær þá er ég að labba inn heima hjá mér og þegar ég opna hurðina þá, já, ég er að flytja það. Ég er að flytja í stærra húsnæði og veist, það var ekkert á plani skilur eða neitt og svo í gærkvöldi þá fékk ég tölvupóst frá leigusalinu ég er að segja þér upp svo verður flutt út fyrir 1. maí. Já, þetta er stórkostlegt og þetta er akkurat það sem ég skynja að sé núna á nýju ári. Fólk er að fá miklu meiri svona innsæðstilfinningar og vita miklu meira einhvern veginn og við þurfum bara að líta inn á og hlusta og trúa því sem er verið að segja okkur. Af því mér finnst þetta stórkostlegt, þetta er bara að gerast í gær hjá þér og þú ert náttúrulega búin að vera að nýta það svo lengi að hlusta á innsæið og þjálfa það. En þetta, maður heyrir svo mikið þetta. Já. Fólk er að vakna til vitundar svona innsæið sitt. Mjög svo, það er líka sko, ég er alveg róleg yfir þessu því að vinkona mín sem ég sagði frá þessu í gær, hún alveg, panik, það var á morgun, hvert ætlar að flytja og hvað ætlar að gera? Og ég er nýbúð, þetta verður allt í góðu lagi, af því það er löngu búið að raða þessu, skilur hvað ég á? Já. Alveg eins og ég sé núna bara í kortinu þínu þetta með að það er búið að raða því, þú ert að fá í rauninni þá eiginlegu viðurkenningu sem þú er búin að vera að vinna að svo lengi með hléum og svo náttúrulega kom hann ákveð hlé eftir og misti manniðin en bara núna ert að stíga inn í þennan kraft. Já, ég finn það líka og mér finnst, ég er mjög spennt fyrir þessu nýja ári af því að ég trúi því að það verði gott og mér finnst alltaf betra alveg sama þó að margir segja að heimurinn sé að helja drauma þá bætum við ekkert með því að hugsa það heldur við bætum með því að vera bjartsýn og jákvæð og draga til okkar allt þetta góða, það ekki? Jú, við veljum tímalínuna. Já. Þú veist, við ákveðum að vera á jákvæðu kærleiksríku tímalínunni, þá erum við þar. Og það getur verið læti á hinni. Við ætlum bara að vera. Já. Og því þetta er innra dæmi. En hvað fleiri ert að finna á þér varðandi komandi ár? Ég veit ekki hvað að segja. Ég held að sé rosalega margt gott sem að koma til okkar. Það að breytast orkan, við erum að fá miklu meiri tækifæri og
ef við erum vakandi og hlustum og grípum tækifærin sem í kringum okkur og sjáum, veljum það að vera á þessari kærleiklínu og halda okkur þar og muna bara að hugsa það, láta ekki óttann ná tökum á okkur. Ég held að þetta veri stór breyting hjá mannkyninu að ná að hugsa með meiri kærleika. Já. Mér er svolítið merkilegt að ég er að fylgjast með þessum búddum sem að ganga fyrir frið. Frá Fort Worth í Texas og allar til Washington og þeir hefðu sko sérstaklega valið þau ríki til að ganga í gegnum þar sem að efnahagurinn er frekar lélegur og annan þess aftar og það voru erfiðleikar hjá fólki og að fylgjast með sko bæði þessum frið sem virðist vera innra með þeim, af því það náttúrulega friðurinn byrjar hér og eins hvaða áhrif þeir eru að hafa á fólkum á þeim svæðum sem þeim gangi í gegnum og það bara í rauninni eykst og sumir hafa ákveðið bara að taka sér, þú veist, ég sá post frá einum á Facebook sem sagði, ég bara ákvað að fara og fylgjast með þeim, vera, þú veist, í fylgjast með þeim dag frá degi og deila því og það er svo fallega myndir og það er svo, þú veist, einn getur verið glaður og annar þess aftar og annar getur sitið alveg rólegur hér inn í sér í sínum eigin friði og það er þar sem við þurfum að finna friði, ekki með svona. Ég ætla alveg að trúa því, að þetta ár fær okkur nær friði. Já, ég er eiginlega alveg viss að það gerir það. Þannig að og það er náttúrulega verða rosalega marga breytingar og þessar breytingar sem ég er að sjá með Satúrnus og Neptúnus sem er að fara inn á miðhimninn þinn, sem er náttúrulega bara, þú veist, á 0 gráðu í hrút, þetta er sköpunargráða og þú ert þegar byrjuð að byggja upp næstu bækur, hér er það ekki? Jú, ég líka byrja að skrifa þér, þannig að þetta er allt í ferli. Já, en þetta er sköpunargráða. Fyrsta 0 gráðan í hrút sem er fyrsta stjörnumerkið í stjörnumerkjahringnum og þessar 2 plánetur, þær hafa ekki verið þarna síðan 4300 fyrir Krist. Ok, já. Það er svolítið langt. Það er náttúrulega það er 6000 ár síðan, svo að sko ekki á sömu gráð, það er að vera í samstöðu, bara ekki á sömu gráðu. Og Neptúnus hann tekur 167 ára að fara eitt hring, þannig að við höfum ekki eftir að endurtaka sig í okkar lífi, þá verður það lengi sko. En það er þetta ýtir svo á sköpunarkraftin. Og þessi sköpunarkraftur þinn með miðhiminin, hann á eftir að dreifast svo út af því fólk á eftir að sjá þig sem þessa skapandi konu, ekki sjá þig sem bónda. Já, ég skil þig. Já, ég held að það sé það sem breytist sko. Og að ég var nú að tala sko fyrir 4300 árum síðan, þá var ég heima í bara eins og gerist og gengur bara eitthvað að gera heima hjá mér og allt í einu þá bara laust niður hugsunni sem að, þú veist, það var ekkert, það bara kom eins og ég væri að fá bara sendingu í pósti og það var, þið Birgitta voru saman í Egyptalandi. Já, auðvitað. Já, fyrir alveg sko, ekki hafa verið 6000 árum síðan, skilur þið. Passar það ekki með stöðuna? Já, sko það er mjög líklegt að það hafi verið þegar að í rauninni svona fyrsta menningarsamfélagi var að byrja að byggjast upp þar. Já. Þetta er stóra og það er náttúrulega Egyptaland skiptist í efri og neðri. Þar segja sko þeir sem voru niður við Níla Rósa og svo þeir sem voru lengra inn í landi, ef að hægt að segja sem svo að mér finnst það mjög líklegt. Ég meina, við þekktumst ekki þegar að við vorum yngri. Nei. En ég vissi af þér í gegnum auglýsingar og bókunum og bækurnar þínar og allt svona. En svo bara er svo sterk tenging núna. Já. Og ég bara veit ekki af hverju
Það bara gerðist og mér er alltaf fundist, þú er aldrei verið ókunnum, skilur við. Nei, ekki þú heldur mér, sko. Og það finnst mér alltaf svo notalegt þegar ég kynnist einhverjum og eignast vinskap með einhverjum sem hefur aldrei verið ókunnur og þá náttúrulega veit maður það að þetta er ekkit fyrsta lífið. Nei. Þó maður muni ekki allt sem betur fer sem hefur gerst í þessum fyrir lífum að þá veit maður. Já, það er þessi innri tilfinning, sko. Og það sem að mér finnst mest merkilegt í sambandi við að ég var að hlusta á einhverja miðlun, ég man nú ekki alveg hvar, en þá var verið að tala um það, sko, að fólk er svo upptekið af fyrirlífum og fyrirlífin þetta og fyrirlífin hitt, en það er í rauninni, sko, bara að skynja tenginguna sem er að minna okkur á að við erum tengd ákveðnum aðilum eða við eigum minningar og einhverju sem skýra ýmislegt sem við erum að fara í gegnum. Akkurát, sko. Að hjálpa okkur í þessu lífi, sko. Því, eins og ég upplýði allavega, þá finnst mér að, sko, að við erum að losna núna út úr þessu fjölskyldukarma. Þú veist. Já, ég held að það sé nú bara afskaplega gott. Já, ég sammálaði það. Hefur ekki verið í svona vinnu? Jú. Já. Ég hef verið í svona vinnu og sem er mjög merkileg og greinilega skilar árangri. Sem er dásamlegt. Já, þetta tekur alltaf tíma að hluti vinnist út og breytist og það eru kannski, það gerist ekki bara eins og smetla fingrum endilega, en það er sama, það er bara stórkostlegt og sérlega gaman að sjá árangur af svona vinnu. Mér langar líka að segja, sko, eins og til dæmis í sambandi við stjörnukortin, að mér finnst það svo gagnlegt að ef stjörnukortin geta kíkt á það öðru hvoru og ég er alls ekki dugleg við það, en sem betur fer þá hnippir þú stundum í mig og segir mér eitthvað svona sem er að gerast í mín lífi af því að ég hef ekki vita á að fara og kíkja á stjörnukorti frá þér. Ja. En ég held að hefði bara allir óskaplega gott að eiga svona stjörnukort. Já, það er búið að vera rosalega mikil eftirspurn eftir kortum núna frá áramótum. Já, það ekki. Jú, fólk fattar að það er einhverja breytingar að koma. Já, sem að það veit ekki hverjar eru, en myndu hugsanlega gagnast þeim vel og það var svo dásamlegt að ég var að lesa bara núna fyrir örstuttu síðan í kort fyrir unga konu sem er með alls konar hugmyndir og hugsjónir og þær voru bara í kortinu. Það er að segja, ég gæti lesið, þú veist, já, þú ert með þetta tengist vinnunni þinni og þarna sé ég að það eru alls konar hugmyndir og hugsjónir því þú ert með svona nýjar hugmyndir og eitthvað og hún bara var eiginlega táraðist af því að sjá þetta, af því að við erum á þessum umskipta tímabilum. Þannig að fólk það þarf pínu leiðbeiningu. Já, það er akkurat það sem ég meina. Ég held að ég finn svolítið allavega svona í kringum mig og fólk sem ég þekki, það er svona pínu óöryggi. Fólk veit ekki alveg sko að finna breytingar, veit kannski ekki alveg hverjar þær eru, en vantar kannski, já, eitthvað svona til þess að aðeins að styðja við sig. Af því auðvitað þurfum við sjálf að taka ákvarðanir og allt það, en stundum þurfum við eitthvað svona. Já, algjörlega, það þarf aðeins að ýta á okkur, sko. Já, og til dæmis það, ef að maður segjum að maður fá okkur svona sterka innsæðistilfinningu sem maður veit að er örugglega rétt, en er samt óöruggur með það, því að maður er oft óöruggur með að treysta því sem bara kemur eins og þú segir, svona bara allt inn í hausinn á manni og af hverju kemur þetta. Já. Og þá er það gott að geta leitað eitthvað þar sem þú fær pínu staðfestingu á því að já, þetta er að gerast og þessar breytingar er að koma, ok, eðlilegt að ég fái þá þetta núna. Já. Ég sé, þú veist, ef ég kíkja aðeins betur í kortið þetta, þá er sko, Plútó er komin inn í Vatnsberann og þetta er uppbygging fyrir hinn gullna heim. Fyrir, þú veist, framtíðin okkar, fyrir vatnsberaöldina eiginlegu. Ég meina þegar hárið söngleikurinn var, sem þú manst alveg örugglega eftir, að þá sko öld vatnsberans og allt þetta. En við vorum ekki alveg komin inn, við vorum ekki tilbúin, en það sem við erum að verða svo tilbúin núna, að gera þessar breytingar í heiminum og Plútó, hann er í rauninni sko, hann
rífur niður, endurnýjar og byggir upp, rífur niður, endurnýjar og byggir upp. Og í vatnsberanum þá er hann að taka niður gömlu kerfin Já, og byggja upp nýtt og nýjan, sko, nýja sýn á þetta líf okkar sem er framundan og þess vegna sko er ég svo spennt að vita hvernig næstu bækur verða hjá þér af því að þetta kemur til með að vera Plútóinn í kortinu þín í transit, hann er beint tengdur við miðhiminin sem er svo aftur beint tengdur við við Úranus og Setna sem er að fara inn í tvíburan sem er tjáskiptin og boðin það sem þú ert að búa til og senda öðrum sko. Þannig þetta verður hrikalega spennandi ár og spennandi tímabil framundan sko. já, ég er mjög spennt fyrir því. En ég skil samt alveg að fólk getur verið óöruggt af því að maður hefur svo oft lent í, þú finnir kannski að þú ert eitthvað að breytast, það er eitthvað að breytast innra með þér og svona að þá ertu pínu óörugg af því þú veist ekki alveg af hverju eða hvort það sé gott og eitthvað svona. Af því að það er ekkert allir á þeim stað að bara finna breytingar og vera glaðir og geta sko svona bara láta sig fljóta með. Ég held að við eigum líka svolítið eftir að sakna þess gamla, skilju, að því við erum að breytast, Já, við erum að sleppa tökum á þessu karma sem við erum búin að erfa frá mömmu og ömmu og langömmu og það og þessari ímynd hver konurnar eru. Þegar Úranus og Setna fara saman í tvíburum, þá talaðum að við losnum úr, sko, við fórnarlamsvitundina og konur er náttúrulega búin að vera í fórnarlamsstöðu í svo lengi já, og ég var að hugsa sko það er verið að agnúast út í Íslam út af því að þessi farið illa með konur og konur hafi ekki réttindi. Það eru sko 120, hvað ekki, 1918 sem konur fá kosningaréttindi og það voru þá bara giftar konur. já, já. Þannig við erum að búa í svona samfélagi líka þar sem konur voru bara aukahlutur líka við. Það voru bara útúrkunarvélar, þær áttu bara börn og þú veist, og dóu að barnsförum eða hvað annað, sko, þetta ætla bara verið svo harður heimur. Svo við erum að stíga út úr því að vera þessi fórnarlamb og verða sterkar konur. Já, ég held samt að sko, já, það er samt þannig að fólk heldur svo oft fast í það sem það þekkir. Já. Það er kannski það erfiðasta fyrir marga að takast á breytingunum þannig. Þess vegna komum til með að sakna þess. Ég hugsaði sko, þú veist, ég horfi á til dæmis eins og hvernig matarneyslan mín hefur breyst. Og ég hugsa, ó já, einu sinni borðaði ég alltaf svona, einu sinni gerði ég þetta. Þú veist, það er alls sem er horfið og ég er alveg sátt við það. En það er breyting og stundum, þú veist, þegar ég sakna þess og bara get ekki fengið við svona köku eða eitthvað, þú veist, að mér langar ekki eins og í það. Nei, það er bara minningin sko, að það var gott og gaman en svo smakkar að kökuna þá er hann ekki góð, það er búið. Já, það er búið. Já, þetta er merkilegt. Já, þess vegna er ég að segja sko, við komum til með að sleppa tökum á hlutum sem að hafa eiginlega alltaf verið partur af því sem við höfum gert og verið, en við fáum eitthvað annað nýtt í staðinn. Já. Og það er margt að hlakka til. Þú verður eiginlega, þegar við erum með svona vinkonspjalli, þá verður eiginlega að segja pínu frá víkingakortunum. Því ég er svo spennt fyrir þeim. Takk fyrir að minna mig á það. Ég er líka hrikalega spenntur og ég segi bara takk kærlega fyrir að sparka í rassinn á mér og segja mér að gera ný kort af því að þú varst að tala um að hvort ég get ekki gefið þau gömlu út aftur. Já. Þau myndi ekki passa í orkuna í dag. Svo ég hef verið undanfarið þó ég hef því miður haft allt og mikið að gera til að geta bara beint sinnt því að þá er ég búin að vera að vinna í vikingakortunum og ég er komin með svona heildstæðan stokk með 44 kortum og 2 aukaspilum sem eru ónúmerið. Okay. Þannig að verða 46 kort og að ég er að horfa á tölurnar líka. Að því að 44 er svona power og styrkur og annað þess að það og 46 það er 10 og það er nýtt upp af. Og þannig ég er komin vel að við með textan
að ég búið með að setja allan texta á kortin eins og þau að vera. Ég er ekki búin að ganga frá myndum en þá. Þetta er svona að því þú þarft að teikna myndirna svolítið út frá textanum, finnst mér. Já, það getur við lesið í myndirnar rauninni þar sem að stendur í textanum. Já. Og svo er ég vinna svona bók til að vera með. Þannig ég ætla að hafa þau svona kort í kassa eða lítilli bók með. Þannig að þetta verður svona eitt pakki bara og ég er ætla að gefa það út bæði á íslensku og ensku hérna fyrst til að byrja með og fyrir innanlandsmarka og svo ætla ég náttúrulega að leita eftir útgefendum erlendis. Þetta er líka alveg hrikalega spennandi sko. Því að ég er alveg viss það að það er markaður fyrir þetta á vöntun. Fólk vill víkingakort sko. Já, ég kalla þetta sko í rauninni víkingakortin Viska norðursins. Já. Og fer bara aðeins inn í söguna og nota ákveðna þætti og element og í sumum tilvikum æsina úr trúni okkar. Því ég segi alltaf með reglulegu millibili, við erum ennþá heiðin. Já, alveg rétt. Grunnurinn að því sem að gerist hérna á landinu. Og það tók mjög langan tíma að venja fólk og svo erum við enn að nota Óðinn og Þór og Freyja og fleiri heiti og svo erum við að nota Heimdallur og við erum að nota Valhöll og, þú veist, og Glitnir, við erum að nota þessi gömlu heiti sem við sækjum í grunn okkar. Og mér finnst sorglegt þegar að það eru alltaf einhverjir aðrir frá öðrum þjóðum sem eru að skrifa þetta þar sem í rauninni grunnurinn að upplýsingum þetta er unnin hér á Íslandi. Já, veist að mér finnst nefnilega sko svo margt sem er íslenskt sem við eigum sem að ekkert verið kannski að gera nógu mikið með. Samanlega. Af því að við eigum sko ég bara allt í sambandi við okkar gömlu trú, við eigum líka bara alls konar drauga og álfa og tífa og tröll og ég veit ekki hvað sem eiga nöfn og það eru sögur, mér finnst bara við gætum gert meira úr þessu og gera svona, já, láta vita þetta sé íslenskt, þetta er okkar. Já, en það er náttúrulega heimarnir sem eru bara skýrðir í eddunni. Þeir eru með álfheimum og dvergheimum og þú veist það eru allir þessir heimar og þá við kunnum ekki skilgreiningar á öllum þessum heitum sem líka eins og vanir, hverjir voru vanir, þú veist. Já, hverjir voru æsir og hverjir voru vanir, já. Það blandast þetta allt saman og já, mér fannst líka athyglisvert að hún var í viðtali hjá mér núna nýlega, hún Ásta Óla, hún er með vedíska stjörnuspeki. Já. Og hún talaði sko að við myndum á þessu ári sýna menningararfleifð okkar meiri virðingu og hún myndi vera meira áberandi og ég veist yes, það er kortið mín. Já. Og líka eins og sögurnar þínar sem gerast í rauninni í skátaheimi en sem er raunveruleiki hér á landi. Já, mér finnst ekkert skemmtilegra heldur en að taka einmitt svoleiðis þætti inn í skáldaheimana mína. Já, sem er bara frábært af því að, og líka bara svona umhverfinu og landinu og öðru þess aftar. Já, og líka bara við eigum rosalega merkilega þjóðtrú. Já. Og við erum líka svolítið merkilega innra með okkur á því að okkur finnst svo gott að hafa allt þetta til að trúa á. Já. Og til dæmis fyrir margt löngu þegar ég skrifaði þetta Regnbogans þá bý ég náttúrulega til sögu börn Regnbogans. Já. En það er fullt af fólki sem tala við mig eins og sé raunveruleg. Hún er auðvitað raunveruleg í mínum huga. Mér finnst alveg óbúslega vænt það að fólk líti svo á að börn sem eru getin í synd og sannri ást séu börn Regnbogans. Mér finnst það æðislega. Ég hefði ekki að sjá því, ég á 2 svoleiðis. Þannig að það er. Þú veist hvað ég meina, það er sko, þetta er svo mikið í okkur og við viljum trúa á alls konar svona skemmtilega góða jákvæða hluti sem að gera gott fyrir okkur. Já. Og við eigum virða þetta meira og gefa sem er rými. Já, sérstaklega það er náttúrulega rosalegur áhugi hjá útlendingum á álfum. Já.
Og það bara, þú veist, að því ég hef verið lesum með það fyrir erlenda ferðamenn sem hafa verið að koma hingað til lands í svona andlegum Mhm. ferðalegum og skoða með mér orkulínur og orkustaði og annað þess að það. Og það er bara alltaf, hvar eru álfarnir? Mhm. Þú veist, á meðan hini segja, hvar eru lundarnir? Skilur, Já, ég skil þig, það já. er, það er sín hvor, Mhm. þú veist, það er sín hvort áhugasviðið en á sama landinu. Já, Og þannig ég held að þú veist, að bara það að kynna fyrir fólki að það eru álfastaðir, það er hægt að setjast niður og huglega og tengja sig við það, af því að þeir eru þarna. Þeir já, eru annarri vít. akkurat. Já, Við vitum það. já, við vitum það. Já, já, við vitum það. En, Já, en þú veist, við getum, uh, það eru fleiri sem að, sko, ég held að það sé miklu fleiri sem gerir sig grein fyrir álfum í umhverju okkar og hinn í vítinni heldur en þora að viðurkenna það. já. Og það er líka alltaf þetta sem að við skynjum en kannski beilinni sjáum ekki með berum augum. Við Já, erum að skynja orku í svo mörgu já, en það er ennþá þetta innræð með okkur að við þurfum að sjá það. já, Ég segi alltaf til dæmis þegar ég er að kenna reiki og fólk er að tala um alheimsorku og eitthvað svona sem það getur ekki séð. Nú sérðu ekki raforkuna. nei, nei, Við notum hana öll og viljum ekki missa hana fyrir nokkurn mun. En við munum ekki sjá hana, auðvitað sjáum við hana ekki. nei, En hún er óneitanlega til. já, þú serð ekki símabylgjurnar sem að, Nákvæmlega. og svo margt annað sem að, og útvarpsbylgjurnar og annað þess að það er þarna saman. Já, og af hverju ættum við frekar að efast um aðra orku þegar við höfum orku á þessu sviði tæknina sem við erum að nota, sem að sannarlega er raunveruleg. Já, Og því skildi þá ekki allt hitt líka vera raunverulegt sem við erum að skynja og allar þessar orkubylgjur og svona mismunandi tíðni. það er það, það bara, það er svona, ég veit ekki hvað, þetta er afneitun, ég held að það sé að breytast líka út af því að það er svona vitundasvið okkar er að virka Já, og með því að þá erum við að sko skilningssvið okkar er að virka líka. Þannig við erum að fara, ég segi það er að verða svona. Við erum búin að vera svona já, og það er að breytast svona. Og bara það þú veist að sitja eins og þú veist með hendurnar svona í smástund, þá finnur þú alveg orkuflæði hérna á milli. algjörlega. Og þú sér það ekki. Nei. Þú En skilur það bara, það er sama hvert þú lætur gera þessa æfingu, það skynja þetta allir. Já, alveg hrein. En þetta er bara svona spurning að opna fyrir að það eru aðrar vítir og aðrir möguleikar og aðrir hlutir sem að geta komið inn í líf okkar. Þetta er til dæmis eitt af því sem ég hlakka til inn í þetta ár og næstu að fólk sé opnar fyrir Já, á þessum sviðum, sko. já. Þú talaður síðast þegar ég spjalla við, þá varstu að tala með að þú myndi kannski fara að vera með reikinámskeið aftur? Já, ég var með eitt núna milli jóla og nýjárs og já, ég reikna með að vera með aftur síðan í febrúar. Já, Það er svona planið. já. Á ég setja netfangið fyrir neðan ef einhver skildi hafa áhuga að vera með þér? Já, það er bara, já, það er alveg ljómandi flott. Það Já, er ekki. og alltaf að samband og ef ég er ekki með námskeið sjálfa þá er ég náttúrulega með reikimeistara sem að ég hef kennt sem ég veit kannski að fara að halda námskeið, við getum bent á og allavega hana. Já, Mér finnst það bara mjög jákvætt. og þetta er náttúrulega bara tenging við orkuna sem er algjörlega. Dásamlegt, algjörlega dásamlegt. Ég vil bara óska þér enn og aftur til hamingju með nýju bókina þína. Takk fyrir það. Og ég segi bara ekkert annað en það af því að ég veit hvað tíma það tekur að skrifa. Þá er ég að segja að þú ert bara mjög afkastamikill rithöfundur. Já, Já, ég er það örugglega og það er náttúrulega af því að mér finnst þetta svo gaman. já. En það er umsturinn þegar við gerum það sem okkur þykir skemmtilegt. Já, við gerum alltaf best það sem okkur finnst skemmtilegast, er það ekki? Jú, ég held það. Já. Já. Og þessi skapandi orka er komin núna inn í, inn í líf okkar. Og það er eins og þú segir, það er verða svona. Já. Og það er eins og þú segir, það er verða svona. Og það er eins og þú segir, það er verða svona. Og það er eins og þú segir, það er verða svona. Og það er eins og þú segir, það er verða svona. Og það er eins og þú segir, það er verða svona. Og það er eins og þú segir, það er verða svona. Og það er eins og þú segir, það er verða svona. Og það er eins og þú segir, það er verða svona. Og það er eins og þú segir, það er verða svona. Og það er eins og þú segir, það er verða svona. Og það er eins og þú segir, það er verða svona. Og það er eins og þú segir, það er verða svona. Og það er eins og þú segir, það er verða svona. Og það er eins og þú segir, það er verða svona. Og það er eins og þú segir, það er verða svona. Og það er eins og þú segir, það er verða svona. Og það er eins og þú segir, það er verða svona. Og það er eins og þú segir, það er verða svona. Og það er eins og þú segir, það er verða svona. Og það er eins og þú segir, það er verða
Ég býð svo spennt að fylgjast með hvað gerist ég á næstunni. Ég alveg. Þannig að þú fékkst einhver verðlaun í fyrra hjá Storytel, var það ekki? Jú, ég fekk hérna hljóðbókaverðlaun fyrir rómantík og ljúflestur einmitt fyrir gömlu bókina mína, Þetta er uppáhalds. Það var alveg dásamlega gaman. Já, nú er bara spurningi hvort næsta, sem var númer 2, hvað var hún aftur? Undir Óskarsólu. Óskarsólu, já. Hvort að hún verði ofarlega á lestrarlistanum. Er hún ekki búin að vera það? Jú. Ég get ekki annað en verið þakklátt fólki fyrir hvað það er duglegt að hlusta og lesa. Já. Það er frábært. Þannig að við býðum aðeins fram eftir ári til að sjá hvort þú verður tilnefnd aftur. Þannig þetta er bara, mér finnst þetta svo flott af því að þú byrjar bara af svona hreinum áhuga þegar þú byrjar að skrifa. Já. Þú veist, það var bara þörf. Já, þú þekkir þetta. Já, ég þekki það, en ég hef ekki skrifað svo mikið svona bækur eins og þú sem eru svona sög. Ég hef alltaf verið með einhverjum handbókum að kenna fólki hvað getur gert betur með mataræði eða eitthvað þess að það er heilsuna, því að þar er ég búin að vera svo mikið. Og svo hefur mér verið svo hugleikið þetta gamla. Hvernig verður þjóð eins og okkar til og hverjir koma hingað og hvað er landið að segja okkur, af því það var það sem að mér var svo mikið kennt þegar ég var krakki, það var sko að virða landið. Já. Og ganga vel það og þarna er álfaklettur og þarna er álfaklettur og þarna er þetta og þarna er hitt, þannig að mamma mín, hún er alltaf bara dásalegt að hafa átt hana sem áður, því hún var alltaf að tengja einhverja sögur við einhverja staði og við vorum alltaf að ferðast að því að það var svo mikið ferðabaktería í henni að þegar það kom föstudagskvöld og það var sæmileg veðurspá nálægt Reykjavík, þá var hún búin að pakka öllum ferðadótinu saman og pabbi kom heim úr vinnunni og þá áttu við jeppa og það var allt sett upp á topp á jeppanum og svo bara keyrt út úr bænum og svo satt maður aftur og segja, hvert erum við að fara? Bara þar sem veðrið er gott. Dásamlegt. Það var svona þetta óræða með hvert leiðin lá og svo það var alltaf svolítið ævintýri bara hvar enduðu við. En hugsaðu hvað þetta er samt dásamlega gott veganesti og hefur haft mikil áhrif á það sem að þú ert búin að vera að gera í þínu lífi. Já. Algjörlega, algjörlega og eins ég segi, ég þakka henni móður minni óendanlega fyrir að hafa smitað með ferðabakteríunni því að ég er alltaf með massi bómanni svo ég er snögg að gera hluti ef ég tek ákvörðun það og ég er bara, ef einhver segir, ertu til í ferða þá, já, ég pakka hálftíma og svo er ég tilbúin, skilur við, það er ekkit hik ef eitthvað svona er í boði, það sem mér finnst rosalega skemmtilegt, þannig að En þú ert líka að skipuleggja ferðir fyrir aðra. Bæði innanlands og erlendis. Já, ég hef verið að koma að því að skipuleggja ferð til Perú sem er núna páskan á þessu ári og fyrir það sem að vilja vita þá losnuðu óvænt nokkur pláss þannig að það er enn hægt að koma með okkur og þetta var sambandum með út af því og svo er ég, skal ég segja, í stjórn félags eldri borgara. Já. Og það, ég hélt ég væri bara komin í stjórnina. En það er fullt af nefndum sem að fylgi þannig að það er ferðanefnd og það er ritnefnd, svo ég er náttúrulega komin í báðar þær nefndir. Og svo þannig ég er að vinna að skipuleggja ferð fyrir félag eldri borgara til Frakklands og Spánar núna á svæði sem fólk fer almennt ekki. Já, það er svo spennandi. Já, því það er gaman að fara þangað sem að ekki allir eru. Nei, sagan er svo víða og svo hef ég verið náttúrulega skipuleggja ferðir fyrir erlenda hópa hingað til landsins, þannig að segja hvert er að fara og búið til ferðaplani fyrir þau. En ég er alveg svolítið æði í þessu. Já, og þú ert líka að hugsa þetta út úr því með suma hópana, þú veist að fara svona andlegar ferðir, ekki? Já, svona á orkustaði og Já, ég er með eina sem ég er með í huga núna, ég ætla ekki að segja ykkur frá henni akkurat núna,
En Ok, síðan í huga fyrir haustið, svo eftir réttir, ok, og þá þarf þetta að eiga smá tíma til að ok. geta fyrir okkur. Já, Já, það er gott að fara að plana það núna, en þú ert vonandi búin að já, plana það að koma í réttina. já, ég kem í réttirnar, já, Já. já. Það er orðið fastuliður að missa ekki af því, sko, þannig að það harmonerar allt saman, Já, það er gott. sem er yndislegt. Þannig að við spjallum saman aftur þegar lýðræðisleikar á sumrið, Já, árið, og skoðum hvað hefur verið að gerast og hvað hefur svona þróast í því sem að við erum búin að vera að tala um í dag. já. Það er mjög skemmtilegt að gera það, því mér er svona vinkonspjall alveg óskaplega skemmtilegt. Já, og ekki, Takk fyrir að bjóða mér í það. já, og ekki síður fyrir að geta deilt í með öðrum. Já, algjörlega. Því við sitjum eins og á kaffihúsi þar sem að fólki á næsta borði getur verið að hlusta á okkur. Já. Það er yndislegt. Þannig bara takk kærlega fyrir Iska mín og ég byrja að heilsa öllum í sveitinni og ég sé þið fljótlega aftur. Takk, skila því, takk fyrir mig. Takk.